Matti, hrikalega sárt og erfitt tap. Svona, hvað varstu að hugsa þegar Sam sleppti boltanum í lokasókninni af Blikum? Já, ég var hreinskilinn, þá var ég enda að pyrra með á því að þegar við fengið þessa sekundi, því að hvort sem að skotflugan hafi verið runnin út eða ekki, þá fannst mér þetta svona þegar að svona kortir í það að vera úrslitaleikurinn sæti Dominos. Dómarandi segir mér að þessi ekki tækjabúnaður en til að endurskoða hvort þessi sekunda eftir eða ekki. En þeir giskuðu samt af sekundum. Það er alltaf hægt að fara upp í kameruna hérna þó að þetta séu ekki Dominos tækjabúnaður og mér finnst það bara disrespect að mann get ekki farið og tjekka þessu þegar að tvö liðir eru að komast upp. Og mér langar rosa mikið að segja að leikurinn hafi ekki farið þarna en þú veist ef að Prescott fær ekki eina sekundi til að setja þetta hetjuskot sem hann setur einu svona af 1000 þá hérna hefur við verið með boltan og 15 sekundir eftir og hérna worst case scenario framlegging. Svona er þetta. En hérna... Þið fengu nokkuð góð tækifæri til þess að jafna þrátt fyrir þetta. Þið stálunast í boltanum í lokasókninni. Hvernig kom það fyrir þér? Veistu, var riðið í manniðin eftir að hann stóðið boltan? Nei, bara Þorvaldur komst inn í sendinguna, hollendingurinn Ruud sá ekki boltan og við náðum að fömbla hann aðeins en náðum ekki að við náðum ekki valda á honum. Þeir voru fljótari til. Svo náttúrulega stilum við honum aftur hérna þegar það eru 3,5 sekúnda eftir. Raggi fær séns nummer 2. Og Raggi fær annar séns en þú veist, 2 í sér eitthvað hlaupandi til hliðar. Það hefði verið ennþá meiri þvæla en þrýsturinn og Prescott. Jæja, þá er það nokkuð ljóst að Breiðablik eru allavega tryggir frá ykkur með fyrsta sæti. Eru þeir konur það bara beint upp? Eru þið það bara að fara strax að hugsa úrslitakeppnina? Við erum kannski ekki að hugsa strax úrslitakeppnina, við erum 4 leiki eftir og 2 á 3 dögum næstu helgi og hérna við þurfum að koma okkur andlega í stand fyrir það að við séum að fara í úrslitakeppni því að Blikar droppa ekki 2 á næstu 4, það er engin séns á því og hérna við þurfum bara að vinna okkar leiki og gá svona hvernig þetta raðast innbyrðis gegn bara öllum hinum því það er rosa auðvelt að fara úr öðru sætinu niður í 5. sæti og ég veit að hérna menn vilja heima á þetta rétt. Hvernig svona miðað við þennan leik, hvernig líst þér á holninguna á liðinu? Eru þið tilbúnir, eru þið reddi í úrslitakeppnið að berjast annað sætið? Já, við erum tilbúnir í að berjast fyrir þetta annað sætið. Við erum náttúrulega einni sekundu og einu hetjuskoti frá Prescott frá því að vera svona, í færi að vera komin beint upp eða þú veist, geta unnið að leik og allt það, 50-50 leikur. Og hérna, við vorum flatir og ömulegir og bara hræddir í fyrri hálfleik og hérna, við bara hönduðum ekki fyrri hálfleikinn, sko. Við vorum stressaðir og litlir í sér og hérna, Blikarnir sýndu bara, þeir voru meira reddi fannst mér, bara með sjálfstraust og létu vaða hérna og beygðu 10 stiga forskot og hérna mjög snemma, sko. Þetta er svona vægast sagt upp og niður leikur. Já, þetta var upp og niður leikur. Þeir henda í hérna boxa 1 og svæði og dobla og við erum alltaf bara alltof lengi að leysa þetta allt. Þetta var eða öllum leiktíðunum mínum í það að leysa þetta þó að við höfum æft þetta allt í vikunni og svo erum við líka að henda hérna í svæðisvörn og þeir eru lengi að leysa það þannig að menn einhvern veginn hendi einhverju inn og svo kemur sprettur og að því að menn leysa þetta er svona mér finnst það eiginlega ekki nógu gott, sko. Mér finnst að menni geta leyst 1 stykki box 1 eða 2-3 svæðisvörn án þess að sitt hvort þjálfarinn þurfa alltaf að teikna upp hvað menn gera en það orsakar alltaf þessa spretti fannst mér. En bara ég hlakka til að sjá ykkur á úrslitakeppni og hlakka til að sjá næstu leiki okkur. Þið eru auðvitað með mjög gott lið og munaði bara litlu í kvöld. Já, algjörlega. Það er gott.